Þetta textin sem hljómar þarna á YouTube-myndbandinu, Mantra Icelandic with English subtitles, og þarna hefur skapast stór umræðu þráður og það eru komin 15.752 views á þetta og gríðarlega mikið að kommentum. Ég sé ekki alveg hvað það eru mörg hérna, en þau eru mörg hundruð allavega, en nema hvað, við ætlum að slá þráðum til Skúla Nókurs. Ég fekk þær upplýsingar frá þessari konu sem að lesa þessa möntru sem að þýddi textan og þetta sem sagt Já, Skúli, heill og sæll, þetta er Harmageddon hér á Exinu. Sælir frákar. Sælir. Herðu, já, það er þetta með möntruna sem að finna á YouTube, Mantra Icelandic with English subtitles, eins og þetta titla. Léttur einfaldur texti. Léttur einfaldur texti sem að þú vippaðir yfir á íslensku. Jú, en hvaðan er textin upphanlega fenginn? Hann er fengið frá manni sem heitir Bob Whittaker, Bandaríkjunum. Bob Whittaker, já. Hann er með bloggsíðu sem að hægt er að finna á netinu. Já, og hann er einhver svona white supremacist... Alls ekki. Hvað er hann titlaður? Hann titlaður sérlega sem Bob Whittaker. Já. En hver er boðskapurinn í þessu? Þið viljið meina að þetta sé ekki svona rasista boðskapurinn? Það er, og túlskaði hann eins og staðan í dag, sko, en það er bara verið að benda á það að hvíti kynstofnum er í bráður útrýmingahættu. Og þið eru að tala um þjóðarmorð á hvíta kynstofnum, eða það kemur fram í þessum texta. Hvernig fer þetta þjóðarmorð fram? Með fjölmenningu, með samlögun, eins og verið að tala um. Við þurfum að samlagast öðrum kynáttum. Og þetta er að gerast eingöngu og hvað til þess eingöngu í Hvítulöndum og öllum Hvítulöndum. Það er enginn að hafa í því að tala um samlögun eða fjölmenningu, eða það? Nei, en fjölmenningin er spruttin frá sjálfum hvítamannum sem að fór í nýlenduvæðingar eða ekki og lagði undir sig heimsálfur. Já, þú er átt að því, sko, að þessi lög sem ég er að vitna í, þessi þjóðarmorðslög, útrýmingalöggjöfin, er búin til og skrifuð undir og tekin í notkun 1948. Já. Þar er kynþáttur sérstaklega tilnefndur, sko. Hvaða lög hvers ríkis er það? Sameinuðu þjóðanna. Sameinuðu þjóðanna. Það heitir genocide á ensku og það er mjög völd að googla þetta bara eða séða þetta Wikipedia. Já. Hvaða lög þetta eru og hvað við fjalla, sko. Já, þjóðarmorð. Já, og útrýmingu á kynþætti. Eða hvers konar hópi fólks. Já, ég skil þig. Þú átt við að það er búið að heimfæra það sem að Sameinuðu þjóðirnar gerðu eftir að nasistarnir voru uppvísir af því að reyna að útrýma gyðingum í stórum stíl í Evrópu, að þá voru sett þessi lög. Svo segja sumir, já, vissulega. Já, þá voru sett þessi lög sem að Sameinuðu þjóðirnar settu gegn útrýmingu kynþátta. Já. Og þið annar að hópa, sko, alls konar hópa. Og þið meinið að það sé þetta heimfæra það að fjölmenningin hún sé að slátra hvíta kynþættinum. Já, því henni beitt fullkomlega bara í hvítum löndum og eingöngu hvítum löndum. Eins og mantran tekur fram mjög greinilega. En hver beitir henni? Er það ekki sko hvítu löndin sjálf sem að bjóða fjölmenninguna velkomna? Já, hefur hvíta almenningurinn svo kallega fengið nokk tíma að kjósa um það. En það er eitt Þetta hefur bara verið gert og okkur hefur aldrei verið boðin upp á neitt almöguleik. Já, nú til dæmis eins og Bretarnir, þeir höfðu ekkert val með þetta. Þú veist, þeir náttúrulega hófu leikinn og það gerðu Hollendingar. Þú hefur alltaf val, sko, það er ekki sjálfsvilji sem er boðið upp á. En málið er, þú gerir grein fyrir að þú veist að Evrópuþjóðirnar bæði eins og Holland og Bretland, þeir fóru út allt og bjuggu til nýlendur út allt. Og það var ekki hægt að segja að við komum hérna til ykkar og hertókum landið og högum okkur svona, en því með ekki komið til okkar. Og það er nú ástæði fyrir því að það eru jafn mikið að múslimar annað í Bretlandi. Já, þú ert að tengja saman tvo ólíka hluti í svona sér, sko. Hvernig eru þetta hlutur ólíkir? Hvernig eru þeir ólíkir? Þeir eru ólíkir á þann veginn að það er verið að gera þetta skipulega í öllum Hvítulöndum og eingöngu Hvítulöndum. Það er ekki öll Hvítulönd sem hafa farið í útrýmingar eða farið í svo kallar, hvað kallar þetta? Nýlendu stefnu herferðið eða hvað? Nánast öll hvít Evrópuríki. Var Ísland með þar á meðal? Nei, Ísland, þú veist, þessi stóru ríki gerðu þetta.
Já, við þá bara allir hínir að taka þátt í og... En hingra aðeins, ég að velta fyrir mér einu hérna. Náttúrulega útrýming á kynþætti og svo annað. Ég ekki alveg búinn, sko. Nei. Þegar erum að tala um að útrýma kynþætti eða þjóðarbrotum. Kynstofni, já. Þjóðernishreinsanir og Já, brúarhópur með hvað getur kallað. Já. Þá það gert eins og í svona átökum þar sem að þessu fólki slátrað og Nei. Það hefur ekki lesið lögin. En þú ert að tala um að þegar genin okkar blandist öðrum genum að þá sé búið að útrýma okkur. En það er sjálfsögðu. Ef ég sem sagt eignast afkvæmi með feldökkri konu þá halda genin mín áfram þrátt fyrir að barnið mitt veri kannski ekki alhvítt, það verður einhvers konar blendingi. En genin þá enga veginn hægt að segja að það sé verið að útrýma mér. Genin mín halda áfram. Er þetta ekki rétt um mér? Hluta til, jú. Það hluta til, þú sagði það sjálfur. Það hluta til. Já, ég meina, þú veist, að hluta til og sem fer svo aftur hratt minkandi við næstu blöndun og svo næstu blöndun og svo næstu blöndun, skilja. Já, en hverjum er ekki saman það genin mín halda alltaf jafnmikið áfram hvort sem ég sængi hjá svartri konu eða hvað. Enn og einu sinni segir við þig, þetta er aðeins að vera að gera í Hvítalöndum og eingöngu Hvítalöndum. Það breytir því ekki. Þetta er ekki verið að hvetja til þess í öðrum löndum. Nei, en þetta er þróun mannsins. Það er ekki verið að útrýma einum en einum. Genin okkar hvítra halda áfram að lifa þrátt fyrir að við kannski eignumst afkvæmi með öðrum kynþáttum. Þetta er absúrt umræða. Nei, það er ekki vegna þess að þú getur bara skoðað á næsta hestamannum út og spurt hestaræktendurna þess sama spurningar. Hvernig þeim myndi finnast það? Eða hundaræktunarsýningu, til dæmis. Ok, við erum þá sammála með að vera ósammála. Eða farðu skreftu til næsta kínverja og spurða næði hvort hann sé ekki saman það að Kína blandist með Afríku. Þetta á ekki neitt skilt við hugtakið þjóðarmorð eins og kemur fram í... Jú, þetta er eingöngu í Hvítalöndum, hvað til þess, og aðeins í Hvítalöndum. Já. En svarta vandamálið sem að talaði um þetta, hvert er svarta vandamálið? Nei, þarna höfum við bara snúið þessu óskup einfaldlega við. Eins og mantran segir mjög skýrt. Hvert er svarta vandamálið og hvert er hvíta vandamálið? Það er ekki svart vandamálið, við erum að tala um hvíta vandamálið. Ef þú snýður þess aðeins við, eins og mantran kemur greinilega fram með, að þú ætti að leysa þetta svo kallega kynþáttavandamál. Og þú leysir þetta kynþáttavandamál á þann hátt að þú flæðir Afríku með 100 milljóna af öðru en svörstu fólki. Ertu þá ekki raun og vera að leysa svarta vandamáli en ekki kynþáttavandamáli? Ég sé bara ekki svertingin er hverfa, sko. En sko, vandamáli er að þetta er sapiens, er nú bara búin að vera til í 150.000 ár. Þar var eitthvað annað sem núna er útdautt. Hvaða máli skiptir þetta? Maðurinn þróast á endanum og verður það eins og úrhornum verður. Já. Ég er ekki að af hverju þurfa einhverjir hópar að reyna að stoppa þessa þróun? Þetta er ekki þróun þegar það er vísvitandi og skilist reynt að útrýma einum hópi með öðrum hópum. Vísvitandi höfum við hleypt af stað alheimsvæðingu, það er svona globalization koncepti. Og Evrópa gerir það. Sem að við erum ekki mótfallin, ekki nema bara einhverjar örfáar aðalar í svona litlum öfgahópa. En einu sinni eftir ekki átt að á því eins og mantran kemur skýrt fram með. Þetta er eingöngu í Hvítalöndum sem hvatt til þess og aðeins í Hvítalöndum. Sem hvatt til þess? Já, að við eigum að hvatt til þess að taka inn litafólk og samlaðast með því og taka upp fjölmenningu og svo framvegis. Og hvað er að því að hvetja til þess að... Sko, ef þú heldur þessu áfram í nokkur 100 ári viðbót að það koma alltaf hérna inn hópar af fólki frá til dæmis Afríku eða frá til dæmis Asíu inn í Hvítalönd og eingöngu Hvítalönd þá blandast enginn í Asíu og Afríku, það? Nei, það gera bara í Hvítalöndum og hvað endar það þá? Að hvíti kynstofnin verður af blendingum, þá er hann ekki lengur hvíti kynstofnin. Þetta er útrýming. En við erum að fatta hvað gera... Hvíti kynstofnin, hann er orðin til af einhverjum öðrum blöndum sem var áður fyrir, sko. Ég veit það ekki nákvæmlega, sko. Það er eins að meininga til það allt saman er, sko, eins að kenningar, sko. Guð skapaði ekki mannin sem hvítan, gagnkynnaðan kallmann, sko. En nú komum við alltaf með, nú erum við að tala um Guð, sko. En við erum að benda á hreint og klárt lögbrot. Og þú réttlætir ekki útrýmingu á kynstofni
með einhverjum öðrum ástæðum. Þú vilt ég alveg halda þér fram að Þú getur ekki rétt Sameinuðu þjóðanna sem gegn þjóðarmorðum og